Sindratorfaran á Hellu fer fram núna helgina, laugardaginn 7. maí, byrjar Motorsport Veislan hérna heima og ég, Bragi Þórðarsson, verð að sjálfsögðu að lýsa beinni útsendingu af keppninni allan morgundaginn og Kristján Einar, þú verður með mér í þessu. Aldrei fengið að tala torfar á íslensku áður, þannig að þetta eitthvað nýtt. Nákvæmlega. Búin að gera þetta á ensku með þér í nokkur ár, en þetta kannski ekki sama formúlan og venjulega, en þetta formúla, þannig að þetta hlýtur að sleppa. Nákvæmlega, formúla offroad, bara upp í móti, þannig að við verum með ykkur allan morgundaginn, keppni byrjar klukkan 11 og líkur sennilega svona 5-6 leiti með hvað eru margir bílar skráðir, held ég að þetta geti nú verið ansi löng veisla á morgun. Heldur betur, það eru 23 bílar skráðir, 21 í sérútbúnaflokknu, 2 í sérútbúin í götubílar eins og að kallast núna, alltaf breyting var þetta tímabil og bara því líklega til að byrja íslenska motorsport sumarið og motorsport veistluna. Ég komi með rásuð morgundagsins og það er náttúrulega alltaf eitthvað svona smá stemming yfir því að skúbba henni svona kvöldið áður. Algjörlega, og þetta er líka það margir ökumenn að núna er það 4 fremstu sem fara aftast í næstu braut, þannig að þetta er alltaf sama röðin en eins og ég segi, fyrstu 4 fara aftast og svo framvegis, en þetta verður röðin allan daginn. Og eins og við vitum, rásuðuna Hellu skiptir miklu máli. Heldur betur, sérstaklega með mýrina, lokabrautina. Já, hún verður blöytari. Já, það er náttúrulega snjór í grifjunum núna sem er búin að vera bráðnað að nonni, þannig að þetta verður rosalegt. Þetta verður ekki. Fyrstur í fyrstu braut, Daniel Gunnar Ingimundsson. Já, byrjaði að keppa í torfæru árið 1998. Lang reynslumesti ökumaðurinn er enn að bíða eftir sínum fyrsta sigri, en ég er full að trúa að hann komi bara morgun. Já, þú ætla bara að útkljá þetta hérna strax á fyrsta ökumann. Ég held það, við bara þurfum ekki að horfa. Bara Daniel Gunnar vinnur þetta er ekki flókið mál. Næsti maður eftir honum hugsiði þessi ósammálaðir. Það er Snorri Þór Árnason, 4-faldur Íslandsmeistari. Heldur betur, Snorri Þór, meistari frá árinu 2013 til 2016, kom með comeback árið 2021. Gekk ekki alveg nógu vel, náði ekki titlinum þá og náði ekki einu svona að vinna keppni það ár en var með hellusigurinn í höndum sér þangað til að vökvastýrið fór í mýrinni, lokabrautinni. Já, eftir honum þriðji braut annar Íslandsmeistari, Skúli Kristjánsson. Já, meistarinn árið 2021, mætir á sínum Simba að sjálfsögðu og annar ökumaður sem ætti að vera að berast heimsmeistaratitilinn, ekki heimsmeistaratitilinn, Íslandsmeistaratitilinn og heimsmeistaratitilinn því að NES-mótið fer fram náttúrulega í maí. Já, segðu. Fjölnir Guðmundsson fer á eftir honum. Já, frá Akureyri, Fjölnir enn að bíða eftir sínum fyrsta verðlaunapalli í torfæru. Eva 2.0 bílinn hjá honum, það er búið að vera að vinna í honum í allan vetur, komin aðeins ný fjöðrun og búið að vera að stilla og gera og græja, þannig að hann mætir bara enn sterkari í ár. Já, við erum bara að tella reynslu bolta, það eru 3 nýliðar í keppni, fyrsti nýliðin Andri Már Sveinsson. Já, búin að vera í servisliðinu hjá Geirivert Grímsinni og hann mætir á gömlu ótemjunni þó að hún er valla þekkjanleg í dag, búið að breyta bílum það mikið, komið sjálfstæð fjöðrun og aftan og búið að skera allan framöndan í burtu, þannig að við þekkjum kannski veltibúrið en ekki mikið meir en það. Förum frá nýliða yfir í ríkjandi Íslandsmeistara. Heklan, hún náttúrulega fór í spað í vikunni, en Haukur Viðar Einarsson, hann mætir á Hellu á ný uppgerði Heklu. Heldur betur og eins og þú segir, hann kútvelti þessum bílnum í prófunum núna í byrjun viku. Bílinn er komin í lag, Haukur mun mæta með bílinn í lagi og eins og þú segir, ríkjandi Íslandsmeistara vann báðar keppninar á Hellu í fyrra, þannig að það er annar ökumaður sem á fullan rétt á sigri helgina. Já, næstur eftir honum Guðmundur Elíasson. Guðmundur Elíasson frá Vík í Mýrdal mætir á ótemjunni, nýsmíðaður bíl kom í fyrra fyrst, en núna náttúrulega stærsta fréttin, hann mætir með 4-hjólastýri, Kristján. Já, virkilega áhugavert. Einhvern veginn, maður aldrei eftir að hafa sé 4-hjólastýri virka, en í grunninn, það er langt sem við byrjum að sjá þetta á torfærubílum. Já, Þórir Sjött kemur fyrst með þetta hérna bara í kringum 1990 og hann vann keppnir með þetta. Haraldur Pétursson reyndi þetta í smástund og hendi þessu strax, þannig að fólk er á báðum áttum með hvort þetta virki eða ekki, þetta kemur allt saman ljós á morgun. Það fær ekki eftir hvernig þessi vanur að gera trukk eða kappaspila. Gæti verið. Já, heldur betur næstur eftir honum Páll Jónsson. Það veitur ekki lengur hvernig að tala þessi Páll Jónsson, en þegar þú segir Palli Rolla, þá veit það allir. Það er nákvæmlega svoleiðis, mætir á nýju rollunni, þetta er gamli Kaldi, byrjaði að keppa þessum bíl í fyrra og ég er eiginlega alveg búinn að venjast honum fullkomlega og búinn að gera smá betrumbætur í vetur. Þannig að Palli, hann var ólsegur á Hellu. Næstur braut Jón Reynir Andrisson. Já, mætir á Thunderbolt, hann var liðstjóri liðsins þegar að BU Racing byrjaði að keppa á Thunderbolt. Hann tók svo við stýrinu í fyrra og stóð sér ágætlega, hans besta keppni var Hella, þannig að honum liði vel í þessum grifjum. Já,
Gryfjurnar, það gott að vera í Gryfjunum líka. Já, heldur betur og sérstaklega á Hellu. Já. Ingi Már Björnsson næstur. Já, kom með geggjað comeback í fyrra, hafði ekkert keppt í torfæru í rúm 20 ár, mætti í fyrra, náði nokkrum verðlaunapöllum og greinilega fílar sig á bombunni, þetta gamli bílinn hjá Ása og nú orðin smiðjubomban í höndunum hjá Inga Má og það annar ökumaður sem verður í toppslagnum. Við vorum búin að tala Íslandsmeistara, fjórfaldan Íslandsmeistara, einfaldan Íslandsmeistara, ríkjandi Íslandsmeistara, en bara út í okkur fannst það ekki alveg nægilega svona... Það er ekki nóg. Það er ekki nóg, þá ákveða að sækja einn Íslandsmeistara 9. áratugum. Já, heldur betur, hann var Íslandsmeistari seint á 9. áratug síðustu aldar, mætir á Kötlu Turbo, hérna erum við að sjá myndir frá Akureyri fyrir nokkrum árum þegar hann mætti fyrst með þennan bíl og já gott ef þetta ekki Grétar að keyra hann þarna, já frekar en Guðbjörn, en þetta allavega bílinn og já Guðbjörn Grímsson á náttúrulega fræg augnablik yfir ána á Hellu til dæmis, var svona fyrstur til að setja hraðamett áður en að það var slegið nánast öll ár, þannig að já Guðbjörn Grímsson, ég ætla að fylgjast vel með á morgun. Ég líka bara það að Katlan sé risin, þetta hefur bara ekki gert síðan einhvern tímann, ég kringum árið 0 jafn stórt stór upprisa og við hefum verið að fylgjast með fréttum eftir bandaríska kappaksturin, já, þetta verður áhugavert. Næstur í braut Guðlaugur S. Helgason. Já, Guðlaugur Sindri frá Egilsstöðum, hann mætir ekki á Galdragull sem hann hefur keppt á síðan 2004 þegar hann mætti í Hellutorfæruna með 10 daga gamalt bílpróf, 17 ára gamalt, en hann hætti svo að keppa hérna í kringum 2017 og mætir núna á nýsmíðum bíl, en það mæta 2 svoleiðis bílar, það er Olsen og Olsen, því að það er Björn Þór Elíasson sem er á hinnum. Ég heita mjög gaman að þessu Olsen. Mjög gott grín. Næstur í braut Finnur Aðalbjörnsson. Já, hann mætir á Refnum, keypti refinn af Ólafi Braga Jónssoni sem við erum að fylgjast með hér frá því í fyrra. Þessi bíl jafnvel betri ef Raptorinn, ef að það er hægt að segja það, en Finnur Aðalbjörnsson vann Akureyrarkeppnina á Raptornum, þannig að já, það meikar fullkominn sens að hann færi þá beint í toppslaginn á þessum bíl ef að þessi bíl reynist vera betri. Já, og hann venst honum strax. Algjörlega, Finnur er þannig ökumaður að hann hoppar upp í hvað sem er og fílar það. Já, það verður spennandi að fylgjast með honum. Næstur í braut Þórður Atli Guðnýjarsson. Já, hann byrjaði að keppa í torfærinu árið 2020 og er á spaðanum, hann kaupir bílinn, já hann byrjar 21 er það ekki, kaupir bílinn af ríkjandi Íslandsmeistara frá árinu 2020, Ingólfi Guðvarasyni, er alltaf að venjast bílnum betur og betur, hefur náð nokkrum verðlaunapöllum, nú vantar bara gullið. Já, sáum tilþrif þarna, taldum tilþrif þá, næstur braut Geirivert Grímsson. Já, hann er þekktur fyrir tilþrif, hefur nokkur ár verið veltukóngurinn í torfærunni og mætir á sleggjunni sinni, hún verður fagur bleik þetta tímabilið og annars ekki mikið breytingar, hann er farin að venjast bílnum vel, hann er alltaf á verðlaunapalli þegar hann keppir og þetta er annar ökumaður sem verður að berjast sigur á Hellu og svo Íslandsmeistaratitilinn í ár, það er ekki nokkuð spurning. Já, næstur í braut Anna Níli, Björn Þór Elíasson. Björn Þór Elíasson, við myndumst á hann áðan, hann mætir á hinum Olsen bílnum og já, við erum bara með ljósmynd af þessum bíl því aldrei höfum við séð Björn Þór keppa í torfæru og aldrei höfum við séð nýja Olsen keppa. Er þetta eitthvað grín þessi mynd? Er þetta eitthvað svona 5 villur eða er þetta sami bílinn til? Þetta, hver veit? Þetta verður tómt vesen hjá okkur á morgun, Kristján, að þekkja það í sundlaug. Hljóta verið í sekúru litnum, ég trúi ekki öðru. Næstur í braut Aron Ingi Svansson. Aron Ingi búinn að kaupa Insane af pappa sínum og búinn að skella ofan í húddið Hellcat Supercharge mótor sem er eitthvað rúm 1000 tannstöfl. Þannig Aron Ingi sem er nú yfirleitt með tilþrif, hann geti tekið við þessum tilþrifa akstri sem að Svanur sýndi okkur yfirleitt og það verður virkilega gaman að fylgjast með Aroni á Insane helgina. Ef Aron allar ekki komið tilþrif geti lofverið að næstum að gera, tvöfaldur Íslandsmeistari Þór Þormar Pálsson. Þór Þormar Pálsson, það hlakkar alltaf öllum til þegar Þór er á leiðinni í braut, því að þegar hann fer í braut, þá má búast við ykkur svona. Magnaður ökumaður því að það er ekki margir sem ná að vera með svona tilþrif og að vera að berjast á toppnum en Þór Þormar fer eitthvað deginn að því. Næstur eftir honum Sævar Björnsson. Já, frá Vestmannaeyjum, mætir á Móra, hans besti árangur var á Hellu í fyrra þannig að hann fílar sig í þessum gryfjum, það er ekki nokkuð spurning og já, hann grætti sérstaklega á því að vera með góðan rástað í mýrinni og það verður aftur að sama upp á tengnum þessa helgina því hann ræsir fyrstur í mýrina þannig að þó hann verið komin aðeins á eftir í gegnum fyrstu 5 brautirnar þá má alveg búast við að hann vinni sig upp listan í lokabrautinni. Næsta aftastur í rásurinn í fyrstu braut Ingvar Jóhannesson.
Ingvar Jóhannesson frá Víki Mýrdal, þeir eru 3 þarna frá Víki Mýrdal, Guðmundur Elíasson, Ingi Már Björnsson og Ingvar Jóhannesson. Ingvar mætir á sínum Víking, hann verður vissulega fagur rauður að þessu sinni, en hann var alltaf að daðra við verðlaunapallinn í fyrra og þess vegna var alveg búast við hann haldi því áfram í ár því að hann alltaf að fíla sig betur á bílnum, búinn að setja hann alveg fullkomlega upp. Nú þarf bara að venjast því hvernig bílinn núna og ná árangri. Gæti reynist vel fyrir næsta mann að ræsa aftast. Grímur Helgusson, nýliði, síðasti nýliðin, fær allavega að fylgjast með hinum. Já, og þetta eina brautin sem hann hefur farið í torfæru, þannig ef hann heldur þessu áfram í öllum hinum brautunum sem hann á eftir að keppa í, að þá verður virkilega gaman að fylgjast með honum og eins og segir, hann fara að fylgjast með öllum fara fyrstu brautina, svo fer hann, þannig að gott fyrir nýliðan og vonandi fáum við bara svona tilþrif. Þetta verður ekki 21 í sérútbúnarflokknum, en það ekki allt bara. Sérútbúnir götubíla, getur þú útskýrt á flokkið eins fyrir mér? Þetta í rauninni einu munurinn á þessum bílum og sérútbúnu bílunum að þeir verða að vera breiðir, það verða að vera 2 sæti í þeim. Þeir eiga að líkjast bíl og það svona mjög veik eitthvað og svo eru þeir á skófludekkjónum en ekki þessum stóru ausudekkjum. Þannig aðeins minna grip. Báðir þessi bílar voru að keppa í götubílaflokknum. Í gamla dagar. Í rauninni. En þú gætir verið með meira svona extreme bíl í þessu, þú gætir nána sérsmíða bíl í hennan flokk, en þessi bílar voru báðir að keppa í götubílaflokknum, þannig að það verður hörkuslagur á milli þeirra. Það er alveg... Kíkjum á ökumennina 2 sem að keyra í sérútbúna götubílaflokknum, það er Óskar Jónsson. Já, mætir á úlfinum sínum, súkunni gömlu góðu á skófludekkjónum. Hann vann báðar keppnirnar á Akureyri þegar þessi sérútbúni götubílaflokkur, það var keyrður hann þarna á Akureyri fyrra. Þannig að, sigurlíkurnar miklar, en það er hörku samkeppni. Heldur betur Haukur Birgisson. Já, mætir á sínum fagur gula Willis, mætti á þessum Willis líka til Bandaríkjanna á skófludekkjónum. Það er alltaf tilþrif þegar Haukur Birgisson keppir. Þannig að, hann vill skemmta sjálfum sér og það þýðir yfirleitt að hann skemmtir áhörundum líka. Og það er þannig sem við viljum hafa, ég get ekki beðið. Þetta verður veisla eins og segir, 23 ökumenn að keppa. Við sögðum ábygglega svona 10 nöfnarna sem eiga að vera í toppslagnum, þannig að það verður ómögulegt að spá fyrir sigurvegara í Sindartorfærunni. Hvenær byrjar þetta? Það byrjar klukkan 11, mínir og herrar, laugardaginn 7. maí og við byrjum á rúf.is og svo förum við yfir á rúf 2 þegar að, Kalli er komið með kórunina sína, það þarf víst að sína frá því í beinni á rúf. Mikilvægt. Þannig að við byrjum á rúf 2 eins og við segja, svona seinni partinn, 2 leitið eitthvað svoleiðis, þetta keppnin verður ábygglega alveg til 5 eða 6 því að þetta eru það margir bílar og svo náttúrulega verðum við beinni á YouTube líka allan daginn, þannig að það er svona þægilegast, fara bara að finna YouTube-linkinn og græja þetta þar inn á rásinni G7 Media. Já, þetta verður veisla. Nákvæmlega svoleiðis og get ég ekki beðið eftir að fylgjast með og vonandi getið þið fylgst með líka og að sjálfsögðu bara mæta á staðinn því að það er ekkert betra en að fylgjast með torfæru í beinni á staðnum.